Naglaskreytingar fara aldrei úr tísku og við hjá Magnetic gerum eins mikið og við getum til þess að hjálpa þér að auðvelda þér vinnuna og þú getur gert það sem er tísku hverju sinni. Við ætlum að kíkja á sýnikennslur í dag. Ég heiti Lísa og við erum Magnetic. Naglaskreytingar eru skemmtilegar og sérstaklega ef þú nærð að gera þær innan þann þess tímaramma sem þú setur og því er auðvelt að nota stimplaflötur til þess að gera það. Nöglin er grönnuð með Black og er svo þurrka klístur. Við notum long lasting naglalakki silfur á þessa skreytingu. Þetta er stimplaplatan Ornaments nr. 32. Við lakki lakkinu, skafið það af og pikkið svo upp lakkið með glæra stimplunum. Við leggjum myndina á nöglina þar sem við viljum að hún sé og rúllum stimplinum af. Svo ætlum við að nota gemstone-gelið og Jessica's Choice til þess að raða fallegum steinaskreytingum á nöglina. Við byrjum á því að leggja gemstone-gelið á nöglina þar sem við viljum að steinarnir fari. Og við pössum okkur að setja ekki of mikið af gemstone-geli heldur en við þurfum. Finnum okkur fallega awesome crystals og gott er að nota rhinestone picker til þess að geta tekið upp steinana. Þannig röðum við steinunum eftir því hvað okkur finnst fallegast. Og röðum þeim þétt upp á hver öðrum þar sem við vorum búin að setja gelið áður. Það er gaman að gera alls konar skemmtilegt með þessu. Svo erum við með bouillons. Bouillons er mjög skemmtilegt og við ætlum að nota sama pensil og raða litlum bouillons inn á milli í skreytinguna. Og þetta gerir í rauninni aðeins meiri dýpt í skreytinguna að setja svona steinana þarna á milli. Svo lokum við nöglinni með Supreme Finish og við pössum að setja ekki Supreme Finish yfir steinana. Við viljum frekar að glansinn knúsi steinana heldur hann fari yfir steinana. Þannig að við notum þá frekar minni pensil til þess að setja glansinn í kringum steinana og notum þar að leiðandi minni pensilinn og dreifum vel úr honum, pössum samt að hann sé ekki stræpi. Það er mjög fallegt. Svo þegar við erum búnar að þessu þá getum við lakkað bara úr glasinu beint yfir og að steinunum. Pössum að glansin snerti alveg upp fyrir steinana en við viljum ekki að glansin fari yfir, annars eyðileggjum við dýptina í steinunum. Ótrúlega falleg útkoma. Þetta er æðislegt einföld og þægileg skreyting. Metallic paint er eitthvað sem hægt er að gera alls konar skemmtilegt með, búið til alls konar skraut, teikna með því og annað. Sjáum hvað við getum gert fallegt með metallic paints. Byrjum á því að undirbúa nöglina með Blackest Black lakkinu og þurrka klístur. Svo notum við gelpensil að eigin vali og lökkum yfir með metallic paint. Við erum með bronserlitin þarna, ótrúlega fallegu bronslitur sem hendar í rauninni við hvaða tilefni sem er. Við pössum að hafa það örlítið fljótandi til þess að það sé svona smá þykti en ekki of mikið svo að harðni örugglega gegn. Við viljum alveg að þeki. Svo tökum við dotting tool og getum byrjað að rauninni fjarlægja gellakið í burtu. Þetta er rosalega fallegt og skemmtilegt og búum til svona alls konar swirls í þarna er hún bara að vinna sig út. Svo lokum við nöglinni með Supreme Finish og sjáum þessa flottu lotka útkomu af þessari swirl nögl. Þetta er ótrúlega skemmtilegt. Það er hægt að gera alls konar lykkjur og skemmtilegt með þessu. Þetta er mjög fallegt.
Takk fyrir þetta. Ef þú vilt skera þig úr naglaheiminum, þá skaltu auðvitað athuga það að vera með AirNails. AirNails einfalt og skemmtilegt og getur gert alls konar flóknar skreytingar á mjög stuttum tíma með AirNails. Ef þú vilt gera til dæmis babyboomer, þá það mjög einfalt í notkun. AirNails-byssan mun aldrei bragðast þér. Alright. Come on. Kíkjum á eina frábæra sýnikenslu á því hvernig við gerum AirNails og alls konar annað í bland. Við ætlum að nota alls konar skemmtilega hluti í dag, til dæmis Flex & Shine, Rubber Base, foils, ótrúlega skemmtilegt. Byrjum á því að grunna nöglina með Blackest Black lakkinu og setja Flex & Shine eina umferð af því á nöglina. Svo ætlum við að nota Extreme Matte og við ætlum að klístra foils í grunnumferðina okkar. Þetta svo skemmtilegt. Fallegt. Svo setjum við Extreme Matte eina umferð af því yfir filmurnar. Þetta náttúrulega bara eitt og sér fallegt svona. Þannig að þetta eitthvað sem mjög skemmtilegt að gera. Svo ætlum við að nota Master Paint og nota þetta í AirNails. Þetta mjög fallegt. Þarna ætlum við að byrja að spraya gula litnum inn á designið og gerir svona í rauninni litla snjóbolta með því. Svo skiptir hún yfir í næsta lit. Þetta rosalega einfalt að gera og hún í rauninni bara að covera filmuna sjálfa með AirNails litnum. Ótrúlega fallegt. Svo bara fer hún í næsta lit og gerir ennú meiri dýpt. Það svona meiri rauður og hún gerir ennú meiri dýpt í litin. Svo ætlum við að nota Airlines Maskings og röðum þeim með litlum tweezer á nöglina þar sem þið vilja hafa. Og svo tekur hún svartan og sprayar yfir maskingin. Þetta svona stenslar. Byrjar að spraya það sem allir stenslarnir eru og svo covera nöglina með svörtum. Og svo tökum við burtu stenslana, setjum þá á annað blað. Þá kemur í ljós alls konar skemmtilegt undir þessu svarta. Þetta mjög fallegt. Spennandi. Svo lokum við nöglinni með True Color Top Coat. Pössum bara að setja það svolítið fljótandi, að við viljum ekki að það séu svona strikes í topcoatinu. Erum þetta yfir og herðum. Sjáu þið hvað þetta skemmtilegt og fallegt design. Þetta æðislegt. Ýmislegt hægt að gera með AirNails. Í þessu mánuði 20% afsláttur af öllu naglaskrauti hjá okkur. Endilega kíkja á heimasíðuna okkar ef þið viljið fá að vita meira um þetta. Einnig allt sem þið þurfið að vita naglaskólann hjá okkur og næstu námskeið sem eru í framtíðinni. Kíkjum saman á næstu sýnikennslu.
Nöglir grunnuð með White is White lakkinu og svo notum við Detail 3 pensilinn til að setja gullfilmu í klístrið af litnum. Við getum sett eins mikið eða eins lítið á þið viljið, bara það sem hendar ykkur. Pressum þeim aðeins niður með penslinum. Alltaf hægt að bæta við. Pressum þeim, passum að pressa þeim alveg niður, annars geta það staðið upp úr lakkinu. Og lokum þessu svo með Extreme Matte glansinum. Það er svo gaman að setja matta yfir svona filmur. Herðum þetta og svo ætlum við að setja Aqua Colors á nöglina. Bara beint úr krukkunni setjum við nokkra dropa af Aqua Colors á nöglina. Dumpum til og gerum eitthvað alls konar skemmtilegt. Þetta er svolítið bara að leyfa hugmyndafluginu að ráða. Nú erum við að taka bláan og setjum bláan lit út allt á nöglinni, gerum alls konar skemmtileg munstur. Svona, nú tökum við Detail 3 og erum með þess að alkohól í penslinum og byrjum að opna blekið með penslinum og alkohólinu í og vinna það saman og breyta skilunum og breyta stærðinni á bollunum. Hjálpum litunum aðeins að vinna til, aðeins að flæða saman, gerum aðeins meira svona ombre effekt, þetta er rosalega fallegt. Látið það dansa. Og svo lokum við með Soak Off glansinum og passum að nota Soak Off glansinn til þess að koma í veg fyrir það að litirnir rennir saman. Lokum svo með Soak Off, setjum yfir glans að eigin vali. Vá, sjáu þið þessa fallegu loka útkomu, þetta er ótrúlegt hvað þetta er að gera. Hversu frábær leið til þess að vinna með allar okkar vörur. Næsta sem við ætlum að gera er að vinna inn í nöglinni og gera innleið nögl. Byrjum á því að gera þunna lengingu, glæra lengingu og setjum svo Powergel Frosted Pink yfir alla nöglina. Við erum að nota Prestige 10 pensilinn sem er fullkominn pensil í Powergelið. Við klappum gelinu alveg fram nöglina, púsum þetta til og setjum svo glans. Svo getum við valið, það er gott að nota base á topp, svo getum við valið alls konar innleið til að setja inn í þetta og þarna erum við að nota alls konar svona skemmtilegt, alls konar glimmer, stóra lítil, leggjum þetta sérst í blautan base á topp og svo klárum við að byggja upp nöglina með Powergel Clear og lokum þessu öllu inni og svo þjölum við nöglina til og fullkonum álagspunktinn og gerum allt smooth. Vá, sjáu þið, þegar við setjum glansinn yfir, þetta er ótrúlega fallegt. Við setjum þess að Supreme Finish glansinn yfir til þess að loka nöglina. Svo ætlum við að nota Series of Sweeties Coconut litinn til þess að teikna eitthvað fallegt design yfir og spreyjum svo glimmerspreyi í blautt. Þarna sjáum við loka útkoman með Sugar Effect, ótrúlega falleg innleið nögl. Næsta skreyting er mjög einföld og einstök og er mjög þægilegt að framkvæma. Kíkjum á þetta saman. Hérna ætlum við að nota Unicorn Pigment og alls konar önnur pigment og króm sem er ótrúlega fallegt að blanda saman. Pigment brush að eigin vali. Byrjum á því að setja Magic Shine yfir grunnlitin Blackest Black. Og nuttum svo inn í alls konar pigmentum, krómpigmentum og þið getur nota einn eða fleiri liti, það er bara fyrir alveg eftir hvað ykkur finnst skemmtilegt að gera. Við setjum þannig út alla nögl,
við því svona á litinn og svo nuddu við þessu inn í glansinn. Þetta þarf alveg að nudda til þess að setja þetta inn í glansinn. Nuddum alla litina saman, sjáum hvernig það blandast svona ótrúlega fallega. Sem að kofra allan litinn. Svo þurrkum við allt auka pigment í burtu og setjum svo bara glans. Glansað eigin vali. Pössum að hann sé ekki streaky. Svo ætlum við að nota bara transparent gellit og Extreme Matte topcoatið svolítið saman. Þarna byrjum við á því að lakka cyan glas litnum yfir nöglina og passum bara að gera því þunnri umferð yfir alla nöglina. Svo erum við með Extreme Matte topcoat og Detail 3 penslinn og við leggjum litlar doppur af Extreme Matte ofan í gellitinn. Gerum alls konar svona skemmtilegt áferð. Svo herðum við þetta og þá er þetta svona skemmtilegt design. Í næstu sýningaeinslu ætlum við að vinna með Serious og Sweeties litina og það eru litir sem þarf ekki að setja glans ofan á hann, þannig að þið getur verið búin að loka nöglinni áður en þið gerir skreytinguna ofan á. Kíkjum hvað þetta er skemmtilegt. Byrjum að því að loka nöglinni með Extreme Matte og notum svo Serious og Sweeties. Þetta er liturinn Bubblegum og notum Jessica's Choice. Náum okkur í smá lit í penslinn og byrjum að teikna á nöglina og við ætlum að skrifa love í þetta skipti. Þannig að hún býr til þessa fallegu skrift beint yfir nöglina þar sem hún er búin að loka henni með Extreme Matte. Fallega lykkjur, alls konar skemmtilegt að gera. Passar að litirnir séu samt ekki of þykkir af því það getur truflað viðskiptavinin ef að liturinn er of þykkur yfir nöglinni af því að þá er hann stendur hann upp úr. Og við viljum það ekkert endilega. Sumir sem að þola það illa. Þetta er síðasti stafurinn. Vá, sjáðu hvað þetta kemur strax vel út. Svo teiknar hún eitt lítið hjarta yfir sem að er auðvitað hægt að gera hvernig sem er. Það er hægt að gera í rauninni hvað sem er þarna yfir þetta. Svo bara herðum við þetta og þá er nöglin bara tilbúin. Það þarf ekki einu svona að þurrka klístrið. Og auðvitað er hægt að gera alls konar skemmtilegt með lengri nöglum og hægt að nota skraut með þeim. Og þá er auðvildast að vinna inn í nöglinni. Kíkjum á þetta saman. Búið er að lengja nöglina með powergeli og gera naglbeð og við ætlum sem sagt að setja clear litina á nöglina. Gera þessa lengingu, lita á lenginguna. Tökum upp filmur að eigin vali og setjum inn í nöglina. Það er hægt að gera alls konar, þetta gera alls konar skemmtilegt, að gera þetta hvernig sem er. Passum að pressa filmunum eins mikið að við getum inni. Svo notum við base á topp. Og notum það til að festa ópaksteinana inn í nöglinni. Við getum notað í rauninni hvaða glæragel sem er í þetta. Svo er mjög skemmtilegt fyrir auka dýpt að lakka yfir aðra umferð með sama glasslit. Eða öðrum, það er hægt að leika sér alveg með þetta eins og við viljum. Pössum að liturinn okkar nái alveg upp
í hornin í hliðunum. Svo lokum við þessu með Power Gel Clear. Passum upp á þykktina og passum að þetta sé alveg eins og við viljum hafa þetta. Við viljum ekki að við séum á mikið geli og við heldur ekki lendi að við séum á með á lítið, en þá svo sem alltaf hægt að bæta á. Passum að loka hliðunum. Svo þjölum við nöglina til. Best er að nota 180 gráðu þjöl fyrir þetta verkefni og við lokum öllu gelinu. Húsum hliðarnar og pössum að loka skilunum. Pössum að negla sér bein fram úr grófinni. Þjölum hana til. Og lokum svo neglinni með True Color Top Coat eða bara glansi að eigin vali. Pössum bara að halda glansunum svolítið vel fljótandi. Vá, sjáu þið þess að loka útkomu. Þetta er ótrúlegt hvað þetta getur verið fallegt að gera svona. Þetta er æði. Í þessum mánuði er 20% afsláttur af öllu naglaskrauti á heimasíðunni hjá okkur og í versluninni. Þannig að við skulum endilega kíkja inn á heimasíðuna ef við viljum sjá eitthvað frekari upplýsingar á þessu. Einnig eru allar upplýsingar námskeið og það sem er framöndan hjá okkur innanhús á heimasíðunni, þannig að endilega kíkjaðu það. En annars vil ég bara þakka fyrir mig í dag og þakka ykkur fyrir að hafa verið með mér í dag og við sjáumst í næsta þætti. Við erum Magnetic, en þú?